7. til 14. febrúar hvert ár alþjóðleg vitundarvika meðfædda hjartagalla, en hér á landi það Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, sem sér að fræða almenningum ýmislegt tengt þessum meðfæddu hjartagöllum. Hápunktur vikunnar var svo blóðsöfnunardagurinn í dag, sem skipulagður var í samvinnu við Blóðbankann. Jafnframt mun félagið birta reynslusögur barna og fjölskyldna á samfélagsmiðlum. Við hittum 2 mæður barna með hjartagalla sem búa á Akureyri, en þær í svokölluðum hjartamömmu hóp sem hittist og veitir innbyrðis stuðning. Og þið þekkið þetta báðar af eigin raun og eru hjartamömmur. Hvernig það ef þið reynið að lýsa því örfáum orðum að fá þessar upplýsingar þegar þið eru með nýtt barn í fanginu? Það eiginlega bara hræðilegt. Þetta var mikill og flókin galli sem með og en svo bara, þú veist, maður bara tekur því sem að mann rétt og maður vinnur þetta bara. Mér allt gengið vel. Þannig að en þetta erfitt og fyrir alla. Bara í kringum hann, fjölskylduna, ef maður með önnur börn. Hvaða ferli það sem að fer í gang? Þið fáið þessi skilaboð að þetta sé það einhver misalvarlegur hjartagalli hjá börnum. Hvaða ferli fer svo í gang eftir það? Þannig eins og þegar börnin fæðast á Akureyri, eins og báðu strákarnir okkur, að þá hjartalæknir bara á Akureyri fengið bara til að skoða. En hann má ekki staðfesta greininguna og svo bara sjúkraflug til Reykjavíkur þar sem að hjartalæknir tekur á móti barninu og skoðar það. Barnahjartalæknir. Það rosalega munur á barnahjartalæknum og hjartalæknum. Þannig að það þarf barnahjartalæknir að skoða hjartað og staðfesta greininguna. Og svo ferðan eftir bara alvarleika hjartagallans, hvort það þurfa að fara í aðgerð eða hvernig það og sum börn fara út bara nokkra daga gömul. Og því hlýtur að fylgja töluverður kostnaður. Hvernig mætið þið honum? Tryggingastofnun tekur náttúrulega þátt. Ég vil fá báðir foreldrar flugi greitt og svo dagpeninga. Þannig að svo fer bara, maður sé sjálfur sem stumma að finna sér hótel og borgar það og og dekkar það sem upp á vantar, ef þetta dekkar ekki það sem ferðin kostar. Þetta kostar sitt og svo eins og við sem erum út á landi, við þurfum alltaf stundum að vera langdvöl með Reykjavík líka og það kostar líka. En Neistinn, hans hlutverk? Neistinn bara styrktarsjóður sem akkúrat 20 ára núna í maí og hann hjálpar fjölskyldum. Þetta einhver viss upphæð sem hægt að sækja ef þú ert að fara kannski erlendis eða fara barnið í aðgerð og þetta hjálpar mörgum fjölskyldum. Og ekki minni félagslegur og andlegur stuðningur fyrir fólk og fjölskyldur. Mjög gott að hafa þetta félag. Og það þið kallið ykkur hjartamömmur. Segðu mér aðeins söguna bak við það. Í fyrra þá vorum við 4 hjartamömmur fyrir sunnan sem ákváðum að stofna svona hjartamömmuklúbb einhvers konar. Og það gekk eiginlega vonum framar og þar komum við inn og deilum sögun okkar og fáum stuðning frá hver annarri sem ótrúlega mikilvægt og geta bara deilt og bara það eins og fyrir mig að vera með einn strák sem 3,5 árs og hún með einn sem 16 ára og geta séð, hvernig hann plumar sig í lífinu. Að því oft hefur maður áhyggjur af framtíðinni hjá þessum börnum og það oft gott að fylgjast með þeim sem komið lengra í ferlið. Og eins og Neistinn, hann styður við baki á bæði fjárhagslega og félagslega. Og þegar ég kom að utan með litla strákinn minn og fannst ég vera svolítið einn í heiminum með hjartveikt barn og þá bara svona símalisti, þá get ég bara hringt í einhverja mömmu sem átti 10 ára gamla stelpu og bara gekk mjög vel hjá henni og hún svona peppaði mig áfram. Það var ótrúlega mikil hjálp á þeim tíma. Hvaða stuðningur það sem maður þarf kannski helst á að halda á svona stundum þar sem einhvern veginn, eins og þú segir, þegar þú kemur heim og þess aftar? Það var alveg mér að ég einhvern veginn veit ekki af hverju, ég held að það væri bara ekkert hjartabarn lifandi eldri en 1 árs. Þú veist, leið við sá hjartamömmu sem átti kannski eins og þessi átti 10 ára gamalt barn og ég bara ok, þannig hann mun lifa alveg, til 10 ára aldurs allavega, þannig að þetta svona, mér fannst þetta einhvern veginn vera svolítið svona endalok, en leið við sá að það voru hjartabörn sem voru orðin fullorðin og plummuðu sig vel í lífinu og maður þekkti einhvern veginn
það var enginn í kringum hann og maður hafði alltaf spáð í hjartagalla neitt og bara, svo lendir maður í svo bara, þú veist, þá bara einhvern veginn, hann hrynur heimurinn og maður veit svona ekki alveg já, það vantar svona einhvern svona til að svona aðeins að leiða mann áfram og það er náttúrulega heilmikið náttúrulega í kringum þetta líka sækjum hér og sækjum þar og skriffinnska og alls konar bara sem að þarf að hjálpa mann í gegnum sko. Því maður heldur ekkert alveg kannski með svona hausinn alveg 100% sko. Nei, þannig að það er bara fyrst og fremst að vita að það eru fleiri að gangi gegnum það sama. Já, það er ótrúlega mikilvægt. Það er rosalega stuðningur að hitta fleiri. Vitið þið hvað eru mörg börn á Íslandi sem að greinast með einhvers konar hjartagalla? Það er talað um svona 70 börn á ári sem fæðist með hjartagalla. En stór hluti og svona helmingur kannski fæðist með svona lítilsháttar galla, þannig að þá er kannski tala um að það er að meðhöndla kannski bara með lyfjagjöf eða þetta eru bara svona smávægilegar aðgerðir. Þau börn sem fæðast kannski með svona þessa alvarlegri og þurfa erlendis, það eru kannski svona meðaltali 10 börn á ári. En nú er þessi vitundarvakningarvika. Hvað getur fólk svona á götunni gert til þess að styrkja og hjálpa til? Það er svona aðalega að fræða fólk bara sem sagt, lífið með ægi og hjartabarn og bara, ég held, áður en ég eignaði Sigurbjörn þá gerði mér ekki grein fyrir öllu batterinu í kringum þetta og hvað þetta hefur líka mikil áhrif á bara allt fólki í kringum hann. Hann er náttúrulega stóra fjölskyldu þannig að þetta hefur náttúrulega áhrif á alla. Og svo náttúrulega svona aðal núna að vekja mitt athygli á blóðsöfnunni. Náttúrulega rosalega mikilvæg fyrir hjartabörn. Þau eru náttúrulega öll blóðgjöf sem fara í svona stórar aðgerðir sko. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að sé nóg til að blóði. Og þarf, hvað vorum við að tala um, hvað þarf mikið að 2000 nýja blóðgjöfa, já. 2000 nýja blóðgjöfa. Á ári hjá Blóðbankanum. Þannig að það að gefa blóð er heilmikil gjöf í þessu samhengi. Já, ótrúlega mikil.